Jæja, Hafsteinn Þór Hauksson, dósent við Lagadeild Háskóla Íslands sestur hérna hjá mér. Hafsteinn, við ætlum að ræða það sem þú hefur kallað réttarsali samfélagsmiðlana. Þú komst fram á hátíðamálþingi Orator, félagi laganema við Háskóla Íslands og á málþingi sem snerist réttarríkið í nútímasamfélagi og þar áskorunir sem réttarríkið stendur frammi fyrir það bil 3 vikum síðan. Og þú hélst þetta erindi réttarsalir samfélagsmiðlana og þetta vakti mikla athygli og það sem vakti ekki síður athygli var að í kjölfarið náttúrulega komu upp alveg þó nokkur mál þar sem að samfélagsmiðlar hérna bókstaflega lögðust á hliðina út af nokkur mismunandi tilefnum og svona misalvarlegum þar sem einhver sagði eitthvað og það sem að þú kallar og má vel kalla réttarsali samfélagsmiðlana kváðu upp sína dóma. Segðu mér aðeins frá þessu erindiðinu. Já, einmitt. Þetta erindi var semst á málþingi réttarríki í nútíma samfélagi eins og þú segir. Það sem að við vorum nokkur, ég og Ragna Árnadóttir fyrir dómsmálaráðherra og Þóra Tómasdóttir að velta fyrir okkur svona réttaríkinu í nútíma samfélagi, hvaða áskoranir það stæði frammi fyrir. Og með þessast réttaríki þá erum við í rauninni að tala samfélag sem lýtur lögum, borgarnir eru bundnir af lögum, valdhafarnir eru sjálfur bundnir af lögum, þannig að ríkin ekki stjórnað af geðþótta. Þetta felur meðal annars það í sér að fólk ekki dæmt fyrir afbrot nema samkvæmt lögum og réttlátri málsmeðferð og í rauninni bara þessi grundvallaratriði þau í rauninni leiða af sér ákveðið kerfi, stofnanavæðingu, sjálfstæða dómstóla, ákæruvald, málsmeðferðarreglur, sönnunarreglur og svo framvegis. Og þessu kerfi sem komið á, því í rauninni hefur alltaf verið ógnað af einhverjum en það sem við vorum að velta fyrir okkur þarna á þessu hátíðamálþingi Orator var í rauninni að setja það í eitthvað sérstakt samhengi við aðstæður sem uppi í nútímaríki og það sem ég ræddi í mínu erindi var í rauninni tvennt og þó aðalega annað það sem þú nefnir sem sagt en í fyrsta lagi kannski það að það ekki bara alræðissinnar eða kommunistar eða fasistar sem geta ógnað réttaríkinu heldur líka í rauninni lýðræðiselskandi fólk sem einhvern veginn upplifir það þannig að stofnanirnar sem komið hefur upp bregðist því og kalli eftir einhvern veginn meiri árangri þá fram hjá þessum stofnunum og það var nú rætt að sjá þér í panelinum áðan einmitt svona stemningu sem getur myndast og Ragna Árnadóttir talaði svolítið það hvernig var að vera dómsmálaráðherra þegar svona raddir kannski spruttu svolítið. En hitt sem var svona aðalerindi mitt var sem sagt það sem þú nefnir réttilega, réttarsali samfélagsmiðlana sem í rauninni það að setja aðeins þessa opinberu smánun sem tíðkast á samfélagsmiðlunum í samhengi við réttaríkið og pæla hans í svona samhengi við réttaríkið og ég semst að tala það þegar að fólk semst einhver segir eða gerir eitthvað og hann lendir í rauninni í því sem að kalla stundum í þessum efnum snjóflóði, athugasemda, fordæmingar, tiltals, skammanna, hótana, vandlætingar og svo framvegis á netinu, verður svona einhver miðpunktur þar. Tugir ef ekki hundruðir eru að setja inn athugasemdir og þúsundir smána í rauninni. Akkurat og tilefni í rauninni, ég fór að velta þessu svolítið fyrir mér eftir að hafa lesið bækur og hort á fyrirlestra meðal annars þessa hérna bók eftir John Ronson, So You've Been Publicly Shamed og að hlusta til dæmis á TED fyrirlestur Móniku Lewinsky public shaming eða það sem ég kalla opinbera smánun og opinber smánun í rauninni, þetta þekkt hugtak löngu fyrir tíma samfélagsmiðlana þetta hugtak úr lögfræðinni meðal annars og public shaming þá í rauninni refsiúrræði sem gripið til sem í rauninni ekki þá fésektir eða frelsissvipting eins og fangelsisvist heldur í rauninni að taka þann sem hefur gerst brotlegur og niðurlægja hann opinberlega og þetta refsing sem tíðkaðist og við þekkjum þessar frægu birtingarmyndir eins og gapastokkinn og eitthvað svona en þessar refsingar voru lagðar niður í réttarkerfum Vesturlanda og ekki síst verður ekki af því að það virka ekki og hafa engin áhrif heldur eiginlega þvert á móti að þær hafa svo mikil áhrif þær eru svo rosalega eitraðar og þetta svo eitrað úrræði og grimmúðlegt og þess vegna þetta lagt niður í réttarkerfinu en í raun og veru að koma svolítið aftur en bara á öðrum vettvangi og utan réttarkerfisins og ég vil nú taka það fram út af því ég tala samfélagsmiðlana með þessum hætti að þeir eru mjög gagnlegir að ýmsu leyti og gera og gegna í rauninni mjög mikilvægu hlutverki meðal annars í réttarríki en það þessi misnotkun, þessi opinbera smánun sem þar þrífst sem í rauninni vandamálið og þarna auðvitað smánunin fer fram
án réttlátra málsmeðferðar og allt það, sko. Einmitt. Sko, þetta ég bæði lesi bókina og síðan fyrirlestur og Jon Ronson tala sko mikið afleiðingarnar fyrir fólk sem að verður fyrir þessu. Þær eru, bara einu orð sagt, gigantískar. Já, þær eru mjög miklar og í rauninni kannski miklu meiri heldur en sá sem að svona stendur utan við þetta, kannski ætlar og getur ímyndað sér. Og við erum sérst þá að tala mjög algengt að einhvers konar þunglyndi eða kvíði og öryggisleysi, erfitt að eignast vini eða maka þegar að sá sem að ætlar á stefnumót með þér googlar og sér að sérst þúsundir manna hafa verið að tjá sig það hvað þú sért ömurleg manneskja og atvinnumissir, það yfirleitt mjög snemma kemur upp þessi krafa þegar einhver tekinn svona fyrir á netinu og hann sé rekinn úr vinnu og það er mjög áhugaverð rannsókn sem einmitt vitnað til í bókinni sem rannsókn eftir David Buss, prófessor í sálfræði sem kom út í bókinni The Murderer Next Door, morðinginn í næsta húsi og þar var rannsókn gerð sem sýndi að 91% karla og 84% kvenna í Bandaríkjunum hafa einhvern tíma látið sér dreyma það, fantasera það að myrða einhvern og stóra fréttin var náttúrulega í hugum flestra hvað þetta var hátt hlutfall en það sem að Ronson fannst áhugaverðara var í rauninni að skoða rannsóknina aðeins dýpra og sjá hvað hefur sá gert til þess að verðskulda það að þú látir þig dreyma að drepa hann og þá kom í ljós að algengasta orsökin var semst ekki einhvers konar svona stór glæpir gagnvart viðkomandi að hann hefði misþyrmdir með einhverjum hætti eða skemmt eigur þínar eða eitthvað slíkt heldur þetta var einstaklingur sem niðurlægði þig opinberlega og niðurlægingin á sig kannski stað bara þannig að hún tekur stutta stund og þeir sem taka þátt í henni með einhverjum hætti þeir gleyma því fljótt jafnvel en sá sem eftir situr og var niðurlægður hann gleymir því ekki, heldur fer heim til sín og fantaserar það hvernig hann getur drepið þá sem að niðurlægðan. Þetta mjög dramatískt en þetta eru svona sterkar tilfinningar og ég meina þetta ekkit endilega bara eitthvað sem hefur verið kallað á samfélagsmiðlum svona nettröll sem að standa í þessu, þetta bara sómakært fólk. Akkurat, þetta í rauninni og þar komum við aftur kannski að þessu hugtæki snjóflóðin, að lenda svona í snjóflóði. Það er önnur mjög góð svona setning í bókinni sem segir sem sagt snjókornið finnur ekki til ábyrgðar fyrir snjóflóðinu. Þar að ef maður tekur út eitt og eitt sko komment sem í rauninni hluti af þessari skriðu sem fólk verður undir, þá það ekkert endilega mjög alvarlegt út af fyrir sig ef þú skoðar það svona einangra. Þetta jú allt frá nettröllunum sem að hóta sko morðum og misþyrmingum og sérstaklega þegar að ræða konur þá þetta verið að hóta nauðgunum og þessu öllum þeim viðbjóði. Yfir í rauninni kannski jafnvel hjálparsamtök einhverja sem telja sig mjög á siðferðilegum háum stalli og þeir taka þátt í þessu til þess einhvern veginn að auglýsa sinn málstað og svo framvegis, þannig að þetta verður allur skalinn, allt vandæling, skammanir, hótanir og svo framvegis. Og líka má náttúrulega ekki gleyma því að svo sem verður fyrir þessu, hann getur, það líka skali, allt frá fólki sem hefur svo sannarlega unni til þess að vera gagnrýnt, yfir í fólk sem hefur bara sagt eitthvað ógætilegt eða jafnvel eitthvað sem slitið úr samhengi og síðan svona bombarderað í kjölfarið, sko. Hann kallar sko samfélagsmiðlana, Jon kallar þetta sko svona gagnkvæma viðurkenningavél að sko fólk hefur svona einhverja þörf til þess að teljast miskunnsamt og gott en sko með því að í rauninni taka eitthvað niður og hampa þannig sjálfur sér og þetta fær fólk til þess að framkvæma svona sérstaklega ómiskunnsamar aðgerðir sem svona sko svo mikið þversögn í rauninni. Já, það alveg rétt. Hluti af þessu það sem kallað hefur verið virtue signaling. Það að segja að einstaklingur sem setur komment eða einhver athugasemdir fram sem í rauninni ætlað að sýna hvað hann hefur mikla samúð með einhverjum réttláta málstað kannski þegar nánar að gáð og viðkomandi áttur sig jafnvel ekki á því sjálfur. Hann kannski fyrst og fremst að taka þátt í þessu með því einhvern veginn að koma það á framfæri hvað hann sjálfur nú mikilvægur eða góður og réttlátur. Þetta sjáum við til dæmis oft í því að ef einhver gerir einhver mistök, það mjög oft þannig að viðkomandi hefur sjálfur beðist margfaldlega afsökunar og það eru kannski þúsundum manna búnir að leiðrétta og sýna fram á hvernig viðkomandi hafði rangt fyrir sér, en alltaf bætist í sarpinn, það alltaf fleiri og fleiri sem vilja koma því á framfæri að þeir vilja líka leiðrétta viðkomandi og svo framvegis. Þannig að þetta verður þetta í rauninni svona flóð og síðan auðvitað áhugavert líka í þessu að það mjög oft þannig að þegar skriðan farin af stað gagnvart viðkomandi þá mjög erfitt að einhvern veginn beina henni af leið og jafnvel í átt að þeim sem að sko
eru að taka þátt í þessari opinberu smánun með mjög grófum og andstyggilegum hætti. Þeir oft fá alveg í rauninni, hvað ég var að segja, frían passa í þeim efnum sko, þó að það séu til undirtekningar á því. Tíminn farin frá okkur, mér langar að spyrja í rauninni bara eitt í lokin, er eitthvað við þessu að gera? Ég held það, en ég held að það sé kannski við rammarreip að draga og kannski erfitt fyrir réttarkerfið í rauninni að bregðast við þessu. Ég hugsa að þetta sé frekar spurningin einhvers konar sko samfélagslega, hvað ég var að segja, þetta í rauninni spurningin umræðu hefð, umræðu menningu í samfélaginu, að sómakært fólk sem að vill vel, að það átti sig á því að jafnvel svona frekar saklausar athugasemdir geti verið hluti af einhverju stærri skriðu og þess vegna í rauninni svona lagt þetta á fólk, sko, að vera hluti að vera opinberri smánun. Kannski annar punktur í þessu sá að kannski bara kaldur veruleikinn sá að við þurfum öll líka að einhverju leyti að brynja okkur fyrir þessu og venjast þessu breyttu samfélagsgerð. Og síðan kannski í þriðja lagi að þá vil ég nefna að maður hefur tekið eftir því að stundum tekst kannski einhverjum aðila að svona aðeins að svona rjúfa þennan spíral sem verður. Og við sáum kannski dæmi bara það núna í vikunni þegar fyrirtæki í rauninni brást við kannski sko einhverju færslu sem að það hefði sjálfur sér alveg geta tekið óstindu, e-pall sem sagt, en maður sá allt í hennu að þarna var tekin svona önnur nálgun á það og reyndi að gera gott úr hlutunum sem ég held að allir höfðu svona svolítið gott af bara. Já, gaman af. Hafsteinn, kærar þakkir fyrir komuna. Við segjum þetta gott í bili og verðum hérna aftur að vikuleiðinni. Verið sæl.